Áramótin strengja margir heit, sumir strengja þess heit að vera jákvæðir, aðrir að breyta lífsháttum og enn aðrir að losa sig við miður góða siði. Við á N4 fengum landlækni til þess að gefa landsmönnum góð ráð nú í upphafi ársins 2019. Landlæknir segir mikilvægt að hugsa vel heilsuna. Það afar mikilvægt og rannsóknir sýna að það sem við gerum sjálf, það vigtar 40% af lífslíkum á móti heilbrigðiskerfið á 20% af lífslíkum okkar og svo eru umhverfis og efnahagsleg þættir 40%. Þannig að við ákveðum mikið sjálf og þar gildir að huga vel að það eru 6 þættir sem ég vil nefna. Það hreyfing, næring, svefn, geðrækt og síðan að reykja ekki og neyta áfengis í miklu hófi eða ekki neitt. Og ef við skoðum hreyfingu þá hún nánast allra meina bót og gríðarlega mikilvægt að hreyfa sig reglulega og það sagt að fullorðnir eiga að hreyfa sig í hálftíma á dag og börn klukkutíma og maður þarf þá bara að finna sér eitthvað sem manni finnst skemmtilegt og þannig að þetta verði bara hluta lífsstíl og auðvitað líka mjög skynsamlegt eins og að nota hjólreiðar og göngu til vinnu og slíkt, þannig að hreyfing sé hlut af daglegu lífi. Svo það næringin að við vitum nú býsna mikið það hvernig holl næring Við eigum að borða mikið af grænmeti, við eigum að borða ávexti og fisk, kjöt í hófi og eigum að passa okkur að borða ekki of stóra skammta. Nú síðan það svefnin, það gríðarlega mikilvægt að sofa vel og hann hjálpar okkur að takast á við þreytu og streitu og kulnun í starfi, allt þetta sem svolítið að herja á samfélagi núna. Og við sjáum að fullorðnir sofa lítið, 25% landsmanna sofa 6 tíma eða skemur að meðaltali, það allt of lítið. Og börnin okkar sofa sömuleiðis svo lítið. Þannig að lykilatriðið þarna regla, fara á sama tíma að sofa, á sama tíma á fætur og margt hægt að gera einmitt til að stuðla góðum svefni. Síðan það geðræktin, þar mikilvægt að hafa góð samskipti og vera í góðum félagslegum tengslum. Síðan það tóbakið, að láta það algjörlega vera. Og áfengi þarf að vera í miklu hófi og síðan hafa komið nýjar rannsóknir sem sýna að jafnvel áfengi í hófi getur verið skaðlegt. Þannig að sé minnst af því. Þannig að þú ert í raun og veru að segja að það séu 365 dagar í árinu og það ekki nóg að bara byrja árið með því að fara í ræktin og gefa svo upp? Nei, en það fínt að byrja en við þurfum að halda það út og eins og ég sagði áðan, það svo mikilvægt að finna eitthvað sem okkur finnst skemmtilegt.